Það byrjaði að segja, við erum á öllum samfélagsmiðlum, við viljum fá styrk ykkar þangað inn, við viljum vera taggaðir, við viljum fá kommenta á þættina, topic, það er gaman þegar fólk er að biðja okkur topic, sko. Við þurfum hjálp. Við erum búin að tala núna samtals Við erum að vera tómi, ég held að við varum einhver svona botlaus brunnur, en ég finn það núna og ég held að sé að því að haustið er komið. Haustið? Já. Þú sér líka, ég bókstaflega, ég gæti ekki verið í þykkari úlpu inni. Nei, já, ég er í fyrsta skipti líka ég ekki. Af því það er chilly, sko. Það er chilly og það er orðið dimmt og einhvern veginn COVID er að ríða okkur öllum í raskatið. Já. Og ég finn það, ég vaknaði í morgun og ég fann það líka í gær þegar ég vaknaði og ég fann það bara svona einhvern veginn, opnaði augun og ég hugsaði bara, ég er ekki fyndinn. Þú veist, ég finn það, oft er ég fyndinn, oft er ég mjög fyndinn. En ég fann það bara, húmorinn minn, hann er ennþá sofandi. Upplifður það sama á þegar ég var með Lego-kallinn sem við vorum að tala um í síðasta þætti held ég, þegar ég fann hann hætt að virka. Fannstu sjálf að ég hætt að virka í morgun? Já, nákvæmlega, nei, ég fann það reyndar í gærmorgun. Ég fann bara ég vaknaði og allt var eitthvað aðeins öðrisi og ég held að sé bara af því að haustið var að lenda af svo miklum þunga og náttúrulega líka bara aðrir hlutir einhvern veginn. Ég fann það bara, þú veist, eitthvað sem maður þarf að díla við sem Íslendingur og allt það. Bara skammdegið hitti mig. Ég var kýldur í andlitið. Getur við staldra aðeins við momentið, sko, að því við þurfum að fara yfir þetta í dítelum. Já, að því mér langar svo að vita hvernig þú fattaðir að þú værir ekki fyndin lengur, skilur, hvaða test sagðirðu vaknaður og sagðirðu við Sölku bank, og hún var alveg, þetta er ekki fyndin og þú var alveg, ó nei, ég trú ekki sem komið þangað. Ég bara fann það, þetta var bara svona, eins og það var einhver svona slikja yfir mér. Reyndur að brosa en þetta var svona eins og þurfti að stjórna flugvél í tölvuleikjum og þú ýttir upp og þá fór munnurinn niður. Svona, allt í hennu virkaði allt, þú reyndir að brosa upp en það er svona kom skeifa. Hvað svo er það þyrla í tölvuleik? Já, veist ekki Jú, eins og í San Andreas missionið sem að var til þess að ég hætti að spila leikinn. Já, það var eitthvað þyrlumission einhvern tímann. Er ekki að tala með litla flugvél? Nei, já, með litlu flugvélina, já, ég held að það þekki þetta allir. Ég var bara, ég gat þetta ekki og ég var bara, ég er hættur. Fram á því var ég búin að vera bara, þetta er besti tölvuleikur sem ég spilaði á ævinni. Svo kom bara eitt flugvélamission, það sem að eitthvað neginn upp var niður og allt það. Og ég bara, ég get þetta ekki. Ég, sko, áður við tölum þunglindi þitt álangar að segja að bara fyrr í vikunni ég bara er ekki fyndið dreymdi mig brandara við dreymdi sko að ég væri með uppistand og mér dreymdi bara heilt og ég vaknaði og ég var alveg Jóhanna, hvað er þú vaknaður? Já. Þú veist, mér dreymdi brandara á sviði og síðan fór ég að testa á henni og hún var alveg, já, þetta er alltaf læg fyndið. En hvernig var það? Ég með að skrifa niður, ég man það ekki nákvæmlega. Ég trú ekki að þetta byrja á þessari sögu að það alltaf segja brandara. Það er ekki, veistu hvað er ekki hægt að gera? Dubbi, uppistand. Jú. Hér er brandarinn. Ekki að segja sögur þig að vera með uppistand. Ekki tíksögur svona. Hvað er það? Fæ ég ekki að heyra brandara? Þú fokkin óþólandi, núna fyrst í þunglindir. Hvernig var þetta aftur? Þetta var þetta er örugglega svo ógeðslega ófyndið ef ég lýs þessu en mér dreymdi allavega nei, ég ætla ekki að reyna en ég skal vera með hann tilbúinn. Þetta var ákveðin vonbrigði. Herðu, ég er með hugmynd í næsta þætti Guð, mér líst svo illa á þetta. Í næsta þætti þá gleymum þessu. Nei, þá fyrir við í uppistandskeppni. Ok. Uppistandskeppni? Já, þá þarfst þú að vera búin að skrifa eitt brandara eða tvo eða eitthvað svona. Segjum að þetta sé það er ekki brandarakeppni. Að við förum í þá get ég komið með einhverja brandara sem að ég hef verið svona að nota
live og þú getur reynt að snúa þessar skeifu við og segja eitthvað tvo bang sem betur fyrir fólk kann alveg að meta svona gloomy humor eitthvað svona hvað er gloomy? Bara svona drungalega bara eitthvað svona, brandarinn bara ég hata lífið mitt og allir eitthvað fucking solid material tengi. Hvað finnst þér, sko, að því nú er ég búin að vera að upplifa eiginlega búin að vera að upplifa bara eitthvað svona brjálæðislega gleði í litunum allt í kringum mig. Já. Eins og ég var að tala um síðast, ég var að tala um hvað ég er einhvern veginn að svona endur uppgötva landslag og náttúru og einhvern veginn að fá orkun úr því og er það ekkit eitthvað að labba horfa á tré? Hata landslag veitir mér enga gleði hata náttúru Nei, ég er að djóka maður Nei, það sem ég náttúrulega er að tala um að maður finnur það að einhvern veginn með allt sem er í gangi og skammdegið að þetta verður erfiður þetta verður mögulega eitt sá bara allra erfiðasti og ég held að muni margt leiðilegt gerast. Já, ég meina það, snertum á þessu bara í smástund. Af því að mér finnst eiginlega bara allt í lagi að tala um þetta, sem það er mjög mikið aukið þunglindi og vanlíðan, ekki bara samfélaginu, heldur örugglega bara út um allan heim, þegar fólk eru að upplifa eitthvað nýtt og ég var að lesa þarna grein úr Stundinni, það sem eru bara svona sláandi tölur, hvað var það, sko, ekki bara sjálfsvíg, heldur fólk með sjálfsvígs hugsanir og þetta er scary og sko og það má tala um þetta það má alveg tala um þetta mér langaði bara að opna á það að það er ekkit svo mörg ár síðan að ég uppliði það mikið þunglindi að ég þurfti að leita mig hjálpar og mér langar bara að fólk viti það, ef við getum miðla áfram einhverjum upplýsingum varandi þetta er að þetta getur verið svona skammtíma bubla sem að maður festist inn í en það er leið út úr henni alltaf og besta mögulega sem maður getur gert ef maður er að upplifa hugsanir sem maður er hræddur við er að tala um þær og tala um þær uppátt og tala um þær við annað fólk sko, það er ógeðslega gott og sko, einmitt að tala um þetta og það getur verið ógeðslega gott að tala við einhvern sem að líður líka þannig já ég held að við séum öll finnst þér ekki fyndið? Það er allir með myrkar hugsanir. Já og líka sko það er búið að vera svo mikið til dæmis þegar fólk fer í viðtöl þekktir einstaklingar þá er alltaf fyrirsegnar hann var með kvíða og fólk leggur næstu í saman bara herri er allt þekkt fólk bara með kvíða? Nei, punkturinn er það eru allir með fucking kvíða. Það eru allir með kvíða. Ég held að upplifi allir ég er ekki að segja allir upplifi sjálfsvígshugsanir en ég held að allir hafi daðrað á einhvern hátt við myrkari hugsanir en þeir væru til í. Ég held að séu allan flestir svona meðvitaðir hvað maður kallar það bara meðvitaðir hennan möguleika. Já. Þú veist, hann er fyrir hendi, það er bara þannig og það er skrítið að hugsa um það. En eins og kemur líka fram, ef maður á ekki einhvern aðstanda, það er alltaf best að tala um aðstanda og eða leita sér hjálpar Píetasamtökin er til dæmis eða hjálparsími Rauða krossins ef þið eruð að upplifa svona mikið myrkur og Arnar Freyr er að upplifa ég er ekki alveg þar sko Arnar Freyr hugsaði ég er ekki fyndinn lengur og hann hringdi strax í Píetasamtökin. Nei einu sinni var ég eitthvað mjög langt niðri, þetta er eitthvað svolítið síðan þá fór ég eitthvað netspjall. Já, okay. Ég man ekki á vegum hvers það var. Mér finnst þess að hafi verið eitthvað mögulega í alveg að bulla. Mér finnst eins og það hafi kannski verið á vegum hvernig var það með hann allir gráta? Var það eitthvað hashtag sem Aron Móla var með eða var það eitthvað meira? Þegar mér líður eins og það hafi eitthvað tengst því. Eða mögulega var það á þeim tíma sem að ég það hefur potið verið tenging mögulega var það svona hvatinn einmitt, að ég sá bara Aron eða eitthvað í tengslu við allir gráta að vera bara eitthvað bro, eða líður svona
þú veist, eitthvað bla bla bla, ertu að upplifa þetta og þetta og þetta og ég, bro, ég er að upplifa þetta, hvað ég að gera og þá sá ég einhvers þar að var bara eitthvað, þú veist, tjekka á þessu netspjalli og það var úrslega frelsandi að mér finnst þægilegt að skrifa á tölvu og mér finnst það úrslega þægilegt að vera bara eitthvað svona, mér minnir það bara að vera eitthvað svona, jæja Arnar, hvernig líður þér? Og ég fann bara, ég ætla að segja bara nákvæmlega hvernig mér líður og ég bara byrjaði að skrifa hluti sem að, þú veist, svona, var gott að koma í orð, þú veist, svona einmitt allt sem ég var að hugsa einhvern veginn og það eitt og sér var alveg hressandi, ég man að ég kvaddi nesspjalli sem var bara, þetta var bara svona smá eins og ég hefði ventað og það var rosa gott. Ég meina það oft bara sem náttúrulega nákvæmlega pælingin með held ég sem hjálpar síðan ég hef aldrei hringt sko en það hlýtur að vera svolítið pælingin að bara segja þessum hlutu upp átt og einhver að hlusta á þig og bendir á bara þú veist hvað sé rétt að þessum upplega hvað eru rökvillur og af því að oft líka maður, þú veist maður hugsar órökrétt það rosa gott að þessum einhver eitthvað ertu ekki kannski þú veist horfa á þetta svona og maður eitthvað já maður feitt, það miklu betur að horfa á þetta svona. Þetta líka bara staðrindin svo að eins og með allir gráta konseptið sem að svo frábært að því að sko flestir sem að offa sig eru kallmenn og nú ég ekki að draga úr alvarleika þess að konur gera heldur Nei, þetta bara staðrind en það er augljóst að það öðruvísi uppeldi, það öðruvísi stemming hvað varðar karlmenn og að gráta og líða illa og það bara ekkert svo langt, ég reyndi að vera heppinn með það að ég var alin upp þannig að það var alltaf að grenja heima á mér það var engin harka, ég upplýði aldrei hörku og ég upplýði aldrei svona, þú ristir þetta bara það var engin að reyna að gera mann úr þér menn að bara sé það hann eitthvað lítill og hann fór í sendur í fimmleika og skiti og það var bara eitthvað svona hessigur á engan séns og í karate og átt engan séns þar og þá ég ekki að tala sko, mér finnst allt í lagi svona veist, eins og í uppeldi sem segjum að krakki detti og hann miklar það fyrir sér að hann detti og þá ég ekki að tala bara nei, ekki gráta núna, haltu tárunum minni upp með tárin, ekki fucking grönja svona minn enginn hommi eitthvað svona stemming sko sem að en ég að tala og minnst alltaf lægi að segja, heyrðu, þetta verður alltaf lægi og leiða fólki gegnum eitthvað já, var það eitthvað vafamál? Nei, ég ekki að djóka ég átti spjall við strákundaginn sem ég ætla ekki að segja hvað starfskræni henni því að þetta var bara prívat spjall en hann sagði, ég hef aldrei faðmað pabba minn já, það skrítið ég hef aldrei, og við bara ég held samt að það sé rosa algengt sko. Nei, og í kjölfari fór ég að tala um þetta við fleiri gauðra og það eru bara margir gaurar sem ég þekki sem að annarkvort ávarpa feður sína bara með nafni, ekki pabbi og heilsaði með handabandi pappa sínum bara sæll, þetta er eins og ég var bara sællmár, sællgauti og síðan fór ég að kafa dýpra onni þetta og ræða þetta við allavega 2 einstaklinga svo gott að knúsa pappa sinn en í bæði skiptin sögur það bara samt svona mutual respect og við vitum alveg að við elskum hvern annan en ég til dæmis það glatað það en sko það má ekki gleyma því mutual respect ekki að sama á ást nei, en það má ekki gleyma því að þessir pappar sem eru tilfinningarlega bældir komu úr miklu harðara þeir voru aldnir upp af sko, harðari gaurum sem voru aldnir upp af harðari gaurum og þú veist þetta bara og síðan eftir komið bara árið 1800 þá voru þið bara aldir, þá voru menn bara eitt stór steinn bara einmitt vaxin þá voru þið bara grjót bókstaflega sko. tilfinningarlausir en núna náttúrulega eru kallar orðnir afsakið orðalagi en þú veist við erum orðin meira auðmingjar, við lefum okkur það og það gott, það mikilvægt en sko sorry, ég verði að stoppa það og segja þarna finnst mér einmitt orðalagi ég var að reyna að vera fyndin Sjáðu, ég ekki lengur fyndin ég var bara óviðeðandi ég náttúrulega meina bara mýkri og meira sambandið tilfinningar sínar og síðan það líka bara í okkar höndum bara þeim sem lendi í einhvers konar uppeldi og það er alltaf erfitt að þeim sem lendi í einhvers konar uppeldi það er bara allir
Nei, ég sem ég lendi bara í einhvers konar uppeldi hlæg með þig það sem ég að prófa netspjall þeir sem að upplifu þennan harðkjarna á sínu heimili að það þeirra að reyna að brjóta það og ég nefnilega, því síðan átti ég þetta spjall við strákin brjóta keðina já, og ég sagði en knúsa þú son þinn en þegar hann strák og hann sagði, já ég að reyna þú veist að svona ég gæti verið duglegri en ég að reyna að vinna mig í gegnum að mér finnst það bara dálítið erfitt að því ég þekki það ekki já, það svo flott hann sé að vinna í því já en hann bara ennþá núna bara svona handaband við litla strákina? Nei, ég held að það sé en ég meina það sagði pappi þetta kallaði mig eftir réttu nafni og núna eftir að kom COVID þá heilsast þér þetta bara með olbónum grímur sigur að herbygjum nei en sko bara fyrir þá sem að hlusta og að felta þessu fyrir ykkur please fað með börnin ykkar fað með strákun ykkar og mikið segist að elska og gera það vandræðilega alveg bara baðið á með svo mikið ásta að þeir verða bara skrýtnir já og það svalar en hitt sko það cool án jokes miklu svalar sko ég á hverjum einasta degi þá segi ég við börnum mín ég elski þau bara þetta eitthvað, þetta sé bara svona tildurlega nýtt dæmi sko þú veist, eitthvað svona, mér veist svolítið margir temmis þessar reglu já, ég held að þetta sé smá svona modern uppeldisfræði einhver já, bara ég ætla að segja ég elska okkur með einasta degi bara fyrir undirmöðuna, sálfræðina, skilur og líka það svo góð orka fyrir börnum er þess að bara áður en læra að tala og alltaf bara alltaf líka þegar orðin úlinga bara finna að pappi fucking dýrkiðu og elskuðu og passa upp á þau alltaf knúsaðu og erfiður já, það geðveikt ég svo spenntur að verða svona pappi ég svo spenntur að þær komi í heimsókn vinkonur eldri stelpunum mínar og ég dabbi ég ætla að dabba og segja hvað þið ekki alltaf á TikTok alltaf á TikTok ég segi TikTok og dabba síðan og snýð mér í hring alltaf á TikTok ég að fatta að það sko þessi glötu pappar sem að manni fannst glataðir voru mögulega þvílíkir fucking kings já, ég að segja, voru mögulega bara svo ógeðslega fyndnir way ahead of their time sko. já, að þeir voru bara að pulla og það voru líka þeir voru bara að trolla trolla börnin sín þetta voru nefnilega töffarar skilur í gamlan dag áðun eru pappar, það voru það voða naglar og eitthvað svona þess vegna finnst mér þetta geggjað og þeir eru bara að breyta sér svona eigið þið eitthvað voru fóreldrar ykkar svona reyna að gera eitthvað vandræðilega já, pappi var það var ofta eitthvað svona kannski að rópa eftir mér í skólan eitthvað svona hvað svona, ég man ekki að hvað var bara eitthvað svona hvað rópa hann eftir inn í skólan nei, þú veist, segjum að ég var hann skuttlaði mér og það var svona krakkar lappinn og þá gæti hann bara eitthvað svona Arnar, passaði gleyma ekki bleiunni eða eitthvað og með buxnaklauginir og beinu og það brunar í byrstu það eiginlega betra dæmi nei, það 5 € brandarar já, það ekki var Már mikið að grilla í þér? já, ég Már er ógeðslega flott nafn já, Már like it okay. það flott, ég man eftir þetta reyndar ekki moment sem var eitthvað svona out in public ég man þegar mamma og pappi gerði mig þau gerði mig einu svona alveg sturlaðan, ég brjálaðist þá kom ég heim þegar ég var svona 13 ára og þau sita við eldhúsborðið og veist, jú, pappi kom alveg í heimsókn þau voru skilin áður en ég fættist hætt saman eða hvað það heitir þannig ég alltaf alin upp á 2 heimilum og það var en voru þau alveg homies? já og það, veistu hvað mér finnst það gefur mér svo beautiful sýn á það hvernig hluti geta verið og það var aldrei verið neitt vandamál jú, ég menn þau hafa bara átt sínar venjulegu deilur það erfitt að eiga barn saman en þau var alltaf verið respektful samskipti og pappi hefur alltaf getað komið bara heim og drukki kaffi, skilur, whatever ég kem einn daginn heim úr skólanum og pappi eitthvað svona undarlega heima hjá mér á virkum degi, skilur að ég var svona helgarbann þannig að ég var úlingur og flytti til pappa fuck the system og flytti til pappa
og ég kem inn og þau situr að drekka kaffi og eitthvað kotti hérna gauti minn og ég er 13 ára bæði, ég byrjar að skeita, ég byrjar að rappa, ég kom með bólur og ég bara hvað er þetta að gera hér? Ógeðslegur. Hvað er þetta að gera hér? Sagði ég. Ég finnast í lyktina Já, hvað er þetta að gera hér? Sagði ég og það myndist svona bublur á milli spangana. Já, fróða í munu ekki Fróða. Og þau eitthvað svona Kottu, við ætlum að tala við þig verjus. Nei, fekkstu það talk? Já, en þú veist... Var ekki bara réttir bara Playboy eða eitthvað? Hvernig myndi það hjálpa? Ógeðslega skrítið. Þannig að greinum verjur, lestana. Já, nei, og þau taka þetta. Og ég man bara að þá æsist ég upp. Ég ætla ekki að nota hérna fucking verjur. Nei, og meira svona bara, ég er ekki að fara að tala um þetta við ykkur, Og þá svona... æsast þau upp í þeim fyrst og fyndi hvað ég er brjálaður og halda bara áfram og tala um smokka og tippa píkur og þú veist, og kynlíf. Voruð með banana til þess að sína. Og ég man að ég sturins út, þú veist, ég fó bara eitthvað greip hjóla... hvað er úlíkalegt? Greip hjólabretti og fór út að skeita eitthvað. Já, og vasadiskoði. Ég geðveikt reiður og olla. Já, þetta er góð! Já, og þau tala mjög reglulega þessu sögu. Þau segja að ég hafi alveg að svona gessalega styrlast. Bara af því að þetta var svo vandræðalegt. Já, en síðan Það finnst eitthvað gjössalega sturglast út af þess. Nei, mér fannst það bara svo, ég er ekki að fara að ræða þetta við ykkur. Mamma er nú pabbi. Geðveikt basic hlutum. Já, en veistu hvað, ef það er ekki búið að sprengja á svo bublu þegar maður er aðeins yngri og þú værið allt í hennu the sex talk. Og varstu bara, tölu ekki við mér á 10 ára. Nei, við upplöfum daginn, ég er reyndar að upplöfa þetta ekki. Þess að Apríl, dóttir okkar, hún er að keyra með pappa sínum, og hún er fósturdóttir mín. Hún er að keyra með pappa sínum og þau eru að leiðin í skólan. Hvað er náttúrulega gömul? Hún er 8 ára. Já. Og þá hendir hún bara í, pabbi, getur þú útskipt fyrir mig hvað sjálfsfróun er? Og hann bara velti bílnum. Varð hann að 1800 stein. Gat ekki, allt í hennu gat hann ekki hreift útlimur og var bara, þetta var svo í myndinni Speed, hann gat ekki farið undir, hann bara, var að reyna að stoppa bílinn og hann sagði, og þá basically segir hann bara, herri, við getum ekki rætt það. Ég veit ekki hvað ég veit ekki, hvað er það að tala um? Og það, ég aldrei heyrði þetta orð. Og hann segir bara, herri, við ræðum þetta, við verðum að geima þessu umræðu. Ég get ekki rætt það nú. Og það hefur nú gert þetta svolítið spennandi. Já. Síðan fer ég að spila í heima með Helga. Eða hvað sem heitir núna, það er komin Helgi eða eitthvað. Já. Og þá var eitthvað svona eitt grín sem við gerðum. Þá var Helgi svona að gera rap-hreyfingar, hann var að gera svona og fyrir það sem eru bara að hlusta, þá hreyfði hann svona hendina svona fram á við punginn, eins og hann heldur rappar að gera og þá svona eins og segja einmitt svona kveiki eld með spýtu á tippinu. Herru, bæði veginn svona eru rapparar geðvegt lítið til liðar munið þegar það var kynfræðsla í skóla og það var að kenna að sumir strákar fróa sér svona en sumir gera svona. Hvað það kenn? Hvað það? Nei, ég fattaði, sko, Tekstu ykkur trikk? Tæknin með konganutti, það er bara eitthvað, ég var 20 plus, sko, þegar ég frétti fyrst af því. Á konganuttinu? Já. Þetta var bara, ég man þetta var bara... Ég nefndi þetta við félag minn, vissið þú að vera þetta rúksa hann? Hann er, ég gerir það alltaf þannig. Ég er eitthvað, what? Gerir það alltaf þannig? Já, hann er bara eitthvað, getur það rómantískur með sjálfur sér? Ég er búin að vera hamra. Hittum mig eitthvað indælla. Já, þetta var, í bókinu var þetta svona eins og að væri verið að skrúa og tappa af kókflösku, skilurðu, það var hreyfingin. En hvað var þetta? Já, ég var heima með Helga. Já. Og hann að gera kynfræðslu. Sko, við skulum bara vera með kynfræðslu þátt eitthvað tíma. Já, bara bónakóngin, heitir þetta það? Bónakóngin, já. Það er fucking gott. Bónakóngin. Og hann að gera svona og ég segi, Helgi, þetta er ekki rappreyfingar, það er eins og þetta fróa þér. Og þá náttúrulega situr fjölskyldan mín heima og er að horfa á þetta. Og þá situr hún með mömmu sinni og þá hugsa hann, býttu, nú er ég farin að heyra þetta orð oft. Og hún segir bara, hvað er eiginlega að fróa sér? Og Jóhanna sagði, ok, klárum þáttinn í útskipta fyrir eftir. Og var svona vonast til að þetta myndi bara fara, skilur. Og síðan, Já, svo þetta fara eitthvað svona hjá börnum.
síðan var þátturinn búinn og bara um leið og bara fyrst bara, það kom bara tónlist þá var hún bara, ok, segðu mér þetta núna og hún bara útskýrði þetta fyrir henni á geðvitt flottan hátt bara svona líffræði og andlega hvaða tilfinningar maður fer í gegnum og hvað leiðir upp veit hún hvað kynlíf út af hvað það gengur? Já, veistu að mann líður eins og það sé eitthvað svona Er þetta ekki með kynlíf með sjálfur sig? Já, þú veist, ef þú veist hvað kynlíf þá er örugglega auðveldar að útskýra hvað sjálfsfróun en ef hún Ég held að viti, ég held að sko kynlíf á hvað konseptið það er einhvers konar ástaraftöfn til þess að eignast börn meira en hægt að gera sér til gamans og þetta er mér finnst alveg það er rosalega nauðsynlegt að við getum átt þessi spjöll við börnin okkar af því að ef maður setur í lás og segir bara, nei, við ræðum þetta aldrei, skilur þá faraði bara að fróða þessu allan daginn nei, þá kynnastu þessu mögulega í gegnum klám eða læri þetta af öðrum börnum í skólanum og ég til dæmis, það þarf ekki nema svo stúpid dót eins og ég hlustaði á tvíhöfða og þá var eitthvað táningafræðarinn sem var grínskets sem var eitthvað, ef þú fróar þá getur þú fengið krabbamein eða eitthvað og ég, heyrði þetta og ég var eitthvað, ég man ekki hvað ég var gamall eitthvað, nýbyrjar að fyrst í tippinu á mér og ég var bara, maður getur ekki fengið krabbamein eða að fróa sig þú veist ekki betur og maður heyrir eitthvað svona þá er bara rosalega fínt ég man ekki eftir að þetta hafi verið tekið eitthvað sérstaklega fyrir líffræðilegu þættinni voru teknir fyrir skóla sem var bara eitthvað svona skurðarmynd af titling og píku en ég man ekki eftir að hafi verið farið eitthvað sérstaklega í kynlíf og útskýrt hvernig kynlíf virkar sko ég man eftir því að hafa verið fengið alveg ágætis kynfræðslu þegar ég var samt þú veist í mögulega bara, mér líður svo hafið þú veist verið í 9. bekk eða eitthvað þú varst byrjar úlur já, bara einmitt nákvæmlega bara, þú veist löngu þegar Helgi sýndi vídeo og sér að ríða Hvað er þetta? Hvað er þetta? Ég veit ekki, ég bara segja eitthvað Hætti þessu Sorry Nei, en ég held, var þetta ekki bara í 8. og 9. tíma? Jú, með mér líður svo þá að ég fengið alveg en þú veist, þá vissi ég þetta allt eða þú veist, þeir eru út í 8. Nei, ég meina þeir eru út í 9. bekk, 14 ára og augljóslega veistu bara heilan helling, þú veist, væri ekki eðlilega að þetta væri, þú veist, næri mitt aldrinu það sem þú ert bara döm og veist ekki, 9-10 ára eða eitthvað fá svona grunnupplýsingar Jú, þetta en nefnilega grunnupplýsingar Ég held að flesti strákar sé alveg löngu búin að uppgöta sprellan á sér 15 ára veit alveg hvað sjálfsfróun er og allt það 100% En haldið að þessi stór prósent að byrja að stunda kynlíf hafa? Já, ég held stærri en ég held stærri en þú heldur Hvort haldið það sé að aldurinn sé að hækka eða lækka? Varandi þetta hvort þetta fólk sé að byrja stundum kynlíf núna fyrr hlýtur að vera drullu steddi það? Já, ég veit ekki neitt maður þetta er að segja hækka Nei, þú veist, ég get svarið fyrir það í skólanum mínum að mér varst það svo stelp, það var eitthvað stelpur og ég heldur þetta ekki gaurar Í grunnskóla? Já, voru búin að sofa hjá fyrir fermingu sko. Einmitt Bælið þessu Já, menn voru, í mér minnur að menn hafa ekki verið svona horni á sögkróki sko. Síðan er pýr líka oft aðeins fyrr Já, þú veist ég bara gaur það er svo pýr þroskist aðeins Ég er að tala það, ekki hitt aðeins meira andlega heldur en gaurar Já, fyrr Það er líka hópa stelpum í 10. og ég er ekki alhafa en svona hópur að stelpum í 10. bekk Lítur þessu vísindamenn bara hópur að gaurum ég sá bara viðtal við einhver stelpur í 10. bekk ég man ekki hvað voru að tala nákvæmlega en það, ég var alveg what, eru krakkar í 10. bekk svona klárir En svo kom myndband af strákunum og þeir voru bara eitthvað upp á borðu og kveikja í buksunum sínum Þetta er svo góður aldur þegar stelpunar eru bara að því að það er bara staðurinn, það er þroskast hraðar og allt það og það er á svona ákveðnum tímapunkti sem að ég man allan eftir í mínum grunnskóla sem að stelpunar voru bara orðnanast eins og bara eldra fólk þeim fannst við strákunum við erum fucking barnalegir og litlir og við vorum það þær bara tóku fram úr
Þær voru bara að spá einhverju allt öðru dóti. Ég man að þetta var Það voru svona bara eldri. Þetta var svona upp úr 8. bekk. Upp úr 8. bekk þá Þeir varst að manni bara. Nei, ég að tala um svona overall í stemmingunni kringum hann. Þá var svona einn og einn gaur eitthvað búin að vera eitthvað með einhver píu eða ljúa, maður veit ekki. Eða ljúa, já, legend. Það er legendir að ljúa því. Ég var í Þórsmörk. Ég er búin að gera þetta allt maður, bara tippið, febra og... Maður var bara í 69 í allan nótt maður. Elskar 69. Sleik í 27 mínútur. Ég man eftir því að það var svona, þegar við fórum í Þórsmörk í 10. bekk eða 9. bekk. Já, voru ekki allir eitthvað að reyna að fara undir sænginu okkur? Nei, eins og þá var svona hringur og fólk var að tala um kynlíf og þá var eitthvað svona hefur þú sofið hjá? Eitthvað svona, og þá komið að mér og ég var spurður eitthvað svona, hefur þú sofið hjá? Já. Og það er ekki. Eina sem ég geri. Ef ég hef verið spurður út í það bara, hvernig er það? Það er bara til nett, skilur. Bara 69, sko. Já. 69 og... Doggy, dyrka doggy og hvað. Ég veit ekki af hverju mér svo fyndið, sko, þetta með 69. Það ég maður mann eftir einhvern tíma þegar ég var í þarna, ég tók hálft ár í verkmenntaskólanum á Akureyri og þarna hvað? Bara ekki neitt allt frá ok Nei, það var bara að fyndin setning að segja 69, ég var alltaf í verkmenntaskólanum á Akureyri ég er að koma Höfuborg 69 það var í skólablaði og auðvitað í einhverju svona skólablaðir spyrja nemendur eitthvað hvað er upp á kynlífsstellingin og það var eitthvað mynda einhverjum gaur og svaraði hans var bara 69 sem var upp á stellinginar og mér fannst það, sko, mér finnst það ennþá fyndið í dag þegar, sko, ég held hann hafi ekki reynað að fyndin, ég held hann hafi einmitt verið eitthvað svona hefur ekki stundakynni, veit ekki neitt og er bara 69, veit ekki hvað 69 er en veit ekki að það er fyndnasta sem þú getur gert með annari mannesku drullu sexy og allt það og gaman að því að þetta er náttúrulega 69 er ógeðslega fyndið ég skal segja sögu sko frændi minn, stóri frændi minn sem er svona 10 ára veldri ég hann bjó með mömmu sinni þegar hann var allan að vera svona 25-30 ára og hann var að 69 með kærastun sinni inn í herbyggi og þau liggja bara rúmi og rúmið er svona hinum einu herbygginu og þau eru bara 69 skilur og það basic, bara njóta ásta já og ekki með sengaðin eitt að kveikt ljósin og mammas kemur inn með ruslapoka og segir, hún er að fara út með ruslið og þau eru bara í 69 og hún bara í hurðinni halló, ruslið! Já, og síðan, hann lýsir þessu þannig að hún er svo brjáluð og hún heldur áfram en þú átt eftir að fara út með ruslið og hann nei, ímyndaði hvað það er svo erfið hvernig ætlar að þú læstu hurðin ykkur? Já, en þú fleir þér ekkert úr 69 fleir henn úr 69? Nei, þeir eru bara líkamar ykkar eru svona samofnir já, þeir eru bara þeir eru human centipede dæmi þú getur, eins og væri trúbóðastellingunni og einhver lappar inn, þá getur þú bara svona play dead, skilur gott move ekki að vera get ekki fyrir mörgslíðir svovandi já Æ, það er svo tryggalegt. Þú vilt ekki láta koma, jú, eða viltu það? Vill maður að mamma sín koma þessu 69? Nei, alls ekki. Maður vill það ekki? Alls ekki. Þetta er alveg pínu svona, þetta er alveg, mamma, sérðu ekki að ég er upptekinn? Maður er bara í 69? Sérðu ekki að ég er í 69? Mamma, sérðu ekki að ég er í finnustu kennlistellingu sem er mögulega til? Ég get ekki ímynda mér finnari stellingu, skilur, þetta er þú líka þart með 69 þú veist, ég veit ekki er einhver að byrja bara á því veit ekki hvað er að tala um þarf ekki að vera í einhver mega stuði verið bara eitthvað það var fáralegt að hafa aldrei gert neitt og byrja þar já og ég er sammála, þú þarft að vera í svolítið miklu stuði 69 er stuðstelling þú veist það eru allir, eða báðir í banastuði, það kom eitthvað svona blik í auga og bara eitthvað do it gerir þetta ekki á hverjum degi sko. Nei, þetta er ekki eitthvað svona eitthvað ok, quickie, börnin sónum, deadin quickie, ok, 69 69 sófanum þetta er hilarious sjá þetta á 69 bestu stellingin ég var að hugsa frægasta stellingin, sko 100% fyndnari stelling er standandi 69 maður og kona rass í rass
Hvað er gaurinn að gera? Hann var bara að íta. Ertu... Við þetta meina... Ég hef aldrei gert þetta sko, ég hef bara... Þannig að beigja tippið bara aftur. Er hún einhvern veginn með rassinu upp í loftið og hann svona... Það er rass í rass. Vá, hvað það er fyndið. Já, það er aðeins myndina. Þá maður líka verið í stuði. Það er svo gott sko, það er svona ákveðin þegar maður hugsaður svona kynlífssteytingar, það er ákveðin stuðfaktor. Þú þarft að vera í svo miklu stuð til að gera ákveða, því að ef þú ert í... Já, þið veitir hvað erum með hana. Já, ég veit. Þið veitir alveg hvað erum með hana. Þú getur ekkert bara eitthvað, eins og Gauti var að segja, já, ok, krakkarnir er farnir, tökum eitt snöggan 69 í sófanum. Og bara eitthvað, alveg úr öllum fötunum, fara eitthvað svona liggja, einhvern veginn, eitt fyrir yfir, eitthvað... Koma sér fyrir og eitthvað. Hvað vorum við að ræða árin fórum inn í þessa 69? Eitthvað svona bara úlinga og kynfræðslu og 8. bekk. Já, við vorum að tala um þetta með að ljúga að maður hafi... Já, stundakynlíf. Já, ég hef þetta gert það, eitthvað svona. Og heldur þetta hafi ekki verið bara meiri hlutin af þeim sem voru eitthvað... Já. Það var einn gaur í skólanum. Ertu múið að ríða? Já. 60 stelpum, eitthvað svona. Ég held að hafi allir bara verið hreinskilnir og verið búin að stunda kynlíf nema þú. Nema ég, allir vita það. Já. Hann var allir eitthvað, varst þú búin að ríða Gauta? Nei, reyði engin Gauta. Ég lappa á línuna, Pítur, reyðst þú Gauta? Nei, ég reyði ekki Gauta, sko. Ég er nefnilega, Hver stál kökun og krúsin í gær? Það var ekki leikur. Gauti, við erum bara að ræða saman. Við erum búin að ríða öllum hérna inni, en það reyði enginn þér. Þú ert bara eitthvað ljúga. Nei! Ég held að þetta hafi verið algengt, sko. Að ljúga? Þetta var Já, ég held að þetta sé bara örglega einn algengast að líga í heiminum. Já, bara eitthvað svona. En þetta var þarna... Manstu líka, þú veist, allavega á þeim tíma sem ég var í grunnskóla, að þá var maður líka alveg bara, það varst ekki búin stundum kynlíf. Það varst bara little kid. Já. Grunnskóla? Já. Ég upplega ekkert eitthvað mega pressu, en alveg samt svona, já, ok, ertu ekki búin að Pro 69, skilur. Já. Ég man eftir, hjá mínum vinahópi, þú veist, og ég er ekki að tala um eitthvað svona mig, þú veist, í einhverju ferð með öllum bekknum, bara ég og mínir vinir. Þú veist, þetta var náttúrulega mikið til umræðu bara milli mín og okkar bestu vinna og þú veist, og sumir höfðu stundar kynlíf og sumir höfðu ekki stundar kynlíf og það var ekki neitt issue einhver hafði ekki stundar kynlíf, en það var drullu nett einhver stundaði kynlíf. Þú veist, það var bara sem í vinahópin hittist og einn var bara I did it, maður. Maður, úst, hann búin að hitta stelp í smá tíma og við bara fucking gerðum það og ég eitthvað, fuck, bro! Hvernig var það, maður? Bara, þú veist, menn að gleðjast og sætt, maður. Það var flott, sko. Og ég menna í þessu vinahópi, það voru alveg, þú veist, sumir einmitt sem byrjuði kannski 15 ára en aðri sem bara hendi ekki í þetta fyrir, þú veist, 17-18 eða eitthvað. Ég man nefnilega eftir því þegar við sátum inn svona nokkru gaurar í svona herbergi í kjallaraíbúð og einn annar vinnur okkar kemur og bankar á rúðuna og er alveg Yo dudes bara láti ykkur vita Kallinn var að fucka Kallinn var að fucka með hljóp til ykkur og maður var bara what wow, hvernig var það eitthvað svona, þú veist, eitthvað menn voru drullu sátti með sig þetta er gaman þetta er líka bara svona þegar þetta var búið ég man eftir í til og með þegar mitt fyrsta kynlíf var alveg bara horrible já, mitt líka bara þetta var hrikalegt og ég náði ekki að klára og ég þurfti að hætta bara hreinlega af því að ég þurfti að pissa þetta var ekkert gaman það er ekki að pissa og gera sér náttúr hvað segir þau? Nei, þetta var bara eitthvað þetta var overvitt einhvern veginn en ég man eftir og var ég bara þetta er búið maður var stressaður? Manstu það? Á meðan á þessu stóð? Já, svona rétt fyrir og já ég var ekkert sest ég var kannski ekkert að deyjustressi ég var bara að drekka nokkra bjóra og var bara léttur bara fullur úlingur að ríða í fyrsta skipti og þú veist, þetta var eitthvað ekki alveg þetta var gaman og þetta var stór sigur fyrir mig og mig sérstaklega mikill sigur fyrir mig en þetta var algjör martröð sko. En það var ógeðslega gott að þetta var bara búið mér varst þá eins og ég gæti svona einbeitt mér að einhverju öðru, þetta var bara komið þú veist, nú skiptir engum máli á þetta liði 20 ár, bara 40 ár næstir í stundar kynlíf ég er allan að búin já, þetta var milestone þetta var algjör eitthvað neginn svona pressa ég vona að þetta sé búið að breytast af því ég einmitt upplýði smá það er töffast stundar kynlíf seint sko. já, ég upplýði þetta sko því þetta var sumar eftir 10. bekk hjá mér sem ég var í fyrsta sinn með einhverju píu og þá var mér fara að líða svona þú veist,
það allir eitthvað búnir, skilur, eitthvað og svo margir í kringum hann og maður farin að upplega svona einhvers svona skömm að vera ekki búið, sem svo ótrúlega grillað, því fólk verður náttúrulega bara að finna sinn tíma og maður og skiptir þetta engu máli bara árið seinna eða 2 mánuði seinna? Nei, og ég sá umræðum daginn sem er í gerum hann að fá þetta síðuna, sem er skemmtilega síða og fræðandi. Það maður að taka einhverja tindigugur fyrir það? Meðal annars. Er það ekki? Meðal skringrapa eitthvað chat svo. En það er líka bara kynfræðsla, það er verið að tala alls konar, það er bara alls konar dót sem að tengi spurningum hvort sem að séu úlingar að fullorðnir, þetta er bara fræðsla á almennu leveli, sko. Og þá verið að tala sko, þetta hrein mei, óhrein mei og hrein sveinn, óhrein sveinn. Vá, ég hef ekki heyrt sko þetta, ég hef ekki heyrt þetta orð lengi. Og þetta er svo, þetta er eitthvað svona dót sem við þurfum bara að taka út úr orðaforðanum. Ertu hrein sveinn? Að þegar, og ég las ég hrein mei og óhrein mei, að því að mér finnst þetta eitthvað svona, ertu ennþá pjúr og óspjölluð, að því að þetta er þar sem ertu óspjölluð? Já, en þar sem það er náttúrulega í hvaða öðru samingi er þetta orðin notað? Þú veist, ég hugsa bara einhverja óspjöll, ég nota þetta orð er hún ós? Ég veit það ekki. Nei, mér líður bara eins og ég nota það kannski biblíutextum. Já, er þetta ekki bara gamlir gaurar sem segja þetta? Já, þetta er eitthvað en þetta er náttúrulega svona já, ég veit ekki hverja það nota þetta er svona rótgróið ógeð sem að þarf að drepa sem að maður sem er fast líka í manni þegar maður er úlingur. Þetta er ekki bara kristna trúin, kristna uppeldi. Já, en þetta er þetta dæmi sem að gaurar einhvern veginn vilja er eitthvað, eins og þeir séum einhver rétt á því að það sé kúlastundu kynlíf og það sé gamanastundu kynlíf og þið muni alveg hvernig þetta var, ég er ekki að fara með einhverja heimspeki hérna að þeirra gaurar stundu mikið kynlíf þá voru svona players og píurnar voru druslur sem er hérna núna þegar maður verður eldri þá maður bara djúvel voru þessar píur sem að maður hugsaði svona þær voru the legends því líka kings eða bara alveg mikið legends, skilur mig já, eða bara, þú veist, og síðan náttúrulega inn í endskiptir svo er bara hvorugt legendary þetta er bara allt sem að breyka að geta nota titlingina píkun á sér er einhvern veginn svo lítill mælikvarði á það hversu nett manneskja áverst en þú komst inn á eitt, Arnar að stunda kynlíf var eitthvað svona milestone eru ekki sammála því? Jú, það mun allir eftir og þetta gett frægur milestone á mínum mati það veit allir þetta er einhver annar svona milestone? Er það bara eignast börn? Eða þú veist, er einhver annar svona skjótu byssu? Er það eitthvað? Ég hef aldrei skjótu byssu Nei, við höfum náttúrulega rætt það í veiði þættinum þínum þú og vargurinn að geta rjúpu hjörtu Er ekki það er eitt að skjóta og svona að drepa eitthvað svona sem maður man alveg bara svona já, ég man eftir eitthvað sem er svona almennt já, þú veist ég man hvar ég var þegar tvíbur og törnum fjallu nei, en það er náttúrulega alveg, þú veist, ég manna líka og hérna það er kannski ekki alveg er það varða á minni þroska leið en ég er bara að tala hvað milestones fer maður í gegnum sem mannvera, skilur og það er eitt sem ég langaði maður kom með smá heimspekipælingar góðum með I like it sko, ég er búin að hlusta á einn gaur sem heitir Naval þú hefur hlustað á hann líka hann er nefnilega ekki geggjaður Naval Ravikant hann er helviti góður og hérna hann kom með pælingu þar sem að honum fyrir svo sturlað eins og þetta er í dag þú fer bara í skóla, verður sérfræðingur í ykkur og svo áttu bara að vinna við það þangað til að þú retirar og svo, þú veist, ertu með retirement plan og er Arnar að hlusta ok, svo ertu með retirement plan í gamla daga, þú veist, ef við horfum að svo rommur í gamla daga, að þá var þetta þannig að þú fórst í skóla, svo fórst í stríð svo fórstu að við varst businessmaður svo varstu pólitíkus og svo varstu svona fræðimaður heimsbyggingur. Þú í raun og veru tekur þátt í öllum öngum samfélagsins á einhverjum tímapunkti. Þú ert ekki að láta eitthvað eitt identifæja þig í lengri tím. Ég held að þetta sé eins og það er svo mikið talað um kulnun í starfi í dag. Ég held að sé bara því að fólk er bara að gera hluti sem að það elskar ekki og finnst þetta gaman að gera og það er búið að mennta sig kannski í einhverjum hlutum
sem að hefur engan áhuga á og var kannski að moneygrabba eða fór inn í eitthvað að því að það held að yrði vel því að því. Það er bara praktísk. Þetta opnar svo marga dyr og allt það. Já, og síðan þegar þú ert að gera hlut sem þú þolir ekki í lengri tíma, að þá bara brotnar þau niður á einhverjum tímapunkti að því að, og eins og Naval talar svo mikið hann talar að grunnþörf allra mannvera, skiptir ekki máli hverju er að vera skapandi. Já. Og það þrá allir að vera skapandi og maður getur eiginlega hort á það og horfið bara á barnið í þér er konstant að skapa, hvort sem að séu leikir, ímyndunarafl, leira, lita, tónlist, íþróttir eru skapandi hlutur, skilur, ég er ekki að einblína þetta og þú verður að vera listamaður, en þetta er bara að vera skapandi á einhvern nátt, hvort sem að séu að skreita heimilið eða whatever, að vera skapandi á einhvern nátt. Og ég held að þegar að fólk tekur þetta element alveg út úr lífinu og fyrir að líta á þetta sem barnalegan hlut og ég er bara í vinnunni, ég fyrir vinnuna á mótnana, síðan fyrir ég að sækja börnin, horfa á imbakassan pínulítið og fyrir síðan að sofa og síðan er þetta Groundhog Day þangur til að þú fær bara fucking mental breakdown. Já, ég trúi þessu. Finnst ykkur ekki eins og þetta að vera hvetja meira að leyfa fólki að skiptum, feril? 100%. Jú, það væri geggjað. Jú, þú veist að það væri einmitt, að þessi möguleiki væri einhvern veginn eðlilegri, að menn einmitt væri ekki bara eitthvað eitt allt líf. Vá, hvað, ég fæ bara innilógun að kenda allt tilhugsun. Ég líka, ég fæ bara svona eins og ég sé bara í svona rullukrabbi sem er alltaf að vera þengri og þengri. En það er staðan hjá. Þetta er ógeðslega algengt að þú ert bara... Hvernig myndir eitthvað ráða, hver er rót vandans? Hvað myndir þú alltaf gera í þessu? Ég held að væri henni bara hvetja fólk sem upplifir vanlíðan í vinnunni sinni og finnst það ekki vera að blómstra. Hætta bara tala við það, bara fokkin segði bara upp maður, þetta reddast. En ég er að tala þetta þyrfti að vera, já, en fyrir að fyrsta, ég myndi actually bara mæla með því, skilurðu, en ég er henni hvort að við, bara samfélagið, geti ekki ítt svolítið meira undir þetta, að þessi aðili sem langar að segja bara fokkit, með langar að pröfa nýtt, hann gæti ekki gert það og fengi bara eitthvað svona styrk til þess að mæta okkur námskeið í eitthvað next tíma, að hvað er eitthvað nýtt skilja. Það náttúrulega, þetta er svolít smáti staðar eða nei, þú veist, það er náttúrulega allan að, er það ekki? Bara svona varandi nýjar hugmyndir og styrki og dót, þú veist, ef þú ert með þú veist, bara allir svona en ég er að hugsa þetta meira ég er að hugsa meira sem eins og atvinnuleysbætur eða eitthvað, ég er að hugsa þetta meira eins og kannski atvinnuleysbætur, það geta allir bara eins og það ert að sækja styrki og svona að þá kannski eru 6.000 manns eða 100 manns sem sækjum og 2 sem fá en það, ég er að segja fyrir mig system það sem bara 100 sækjum og 100 fá, skilur. Já, vandamáli auðvitað við þetta er hversu svag, nei, ég er á því að við eigum að spend money to make money. Ég trú ekki á að... Líka hugsa peninga, ekki bara sem peninga, heldur verðmæti. Það sem ég þoli ekki til dæmis við innflytjenda umræðu er þegar að vera að tala það er svo dýrt að taka á móti fólki, það er svo dýrt að vera með ferli í gangi þess að þurfa að stytta og senda fólk úr landi og blá blá, en til dæmis bara fjölskylda mín, skilur, er að hluta til flóttamenn og það er ekki tekið inn í myndina hversu mikið auð hafa þau skapað í samfélaginu. Þau eru miklu meiri verðmæti heldur en einhverjir 100 og hversu mikið auð hefur bara kona mín skapað sem kennari í íslensku samfélagi, kenna krökkum og ég er ekki að segja, auðvitað er einhver misfits, það verður alltaf þannig að við hleypum inn 1000 manns þá getum við ekki ætlast til þess að allir verði eitthvað úr öllum, en við getum ekki ætlast til þess heldur að allir 1000 manns sem fæðist upp á fæðingadeild að verði eitthvað úr þeim. Þannig að mér finnst svo rangt, mér finnst þetta vera svo svona brenglu kapitalisk pæling að það þurfa alltaf að vera peningur á móti vöru strax. Þetta er svona eins og sjá ekki beauty í list, sjá ekki beauty í því að vera með styttu í garði, skilurðu. Hvað listamenn að gera, hvað ég við að fara að borga fyrir þetta? Nei, en þetta skapar fallegra umhverfi sem að á endanum skilar einhvers konar menningarlega. Þetta gæti líka inspæra bara, einn gæja sem gæti sem bara breytt heiminum eða eina konu, skilurðu. Bara þessi stytta gæti gert það verkum að eitthvað verið það inspæraðir. En síðan er annað, ég trúi, ég held ekki að allir það verður einhver að vinna við leiðilegu störfin líka. Það er bara fakt. Það kemur svolítið að því að það bráðum þarf þess ekkert. Það verða bara einhver robot. En það sem að Naval talar er að
ef að við myndum mennta fleira fólk í nýsköpun og vísindum í x langan tíma að þá getum við replacea svo mikið af tilgangslausum störfum og fólk geti þá orðið skapandi og geti þá sótt í þessa ég myndi að þetta væri grunnþörf mannverunar en geti þá líka bara að elska, vera elskuð, skapa og finna fyrir einhvers konar tilgangi í einskinni og stýtt vinnuvíkuna aðeins meiri tími til þess að chilla og vera skapandi sko fyrir utan helðisvinnuna sína en haldið ekki líka ég finna það þarna sko núna með þessa tíma sem við lifum á fordómalausir sjá til þú veist, margir að missa vinnuna sína og allt það og þú veist að því við vorum að tala um þetta hvað segir við einhvern sem að hata vinnuna sína þú veist, segðu bara fokkin upp maður, hætt þessu af því að þú veist af því að neyðin kennir nægtri konu að spinna þú veist, þeir sem að missa vinnuna, hvað ætlar að fokkin gera þú veist, hausinn bara fer að stað af því að þú ert ekki lengur að eyða tímanum í þetta leiðilega kjaftaði sem við búum að brjóta niður hausinn fer bara að stað, hann gerist það sjálfur sér og þú ferð, af því að þú ert ekki með neitt stað til að hata á hverju með þess að degi þú veist, þá ertu bara þú veist, þá koma góðu hugmyndunar í ljós. Þannig að ég held líka einhvern veginn upp úr þessu að ég bara því vorum að tala vinnur og vera skapandi og allt það og þú veist, ég held að muni eins leðilegt og þetta ástand og allt það hljóta að koma helvíti margar og nytsamlegar, skemmtilegar og flottar hugmyndir þegar að einhvern veginn allt kemur til alls. Fólk bara að redda sér. Ég átti spjall við félagamenn daginn einmitt. Ég er nefnilega bara til mig með svo gott sko, af því að núna náttúrulega ég og þú, tónlistamenn og Salka kona mín líka og það svo lítið að giggum, en núna Salka bara með prjónabók fyrir jólin. Hún er aldrei að gefa út neina helvitis prjónabók eða bara giggin hefði ekki tekin af henni, þá fór bara hausinn í eitthvað annað. Þú veist, þú verður ekki pæling. Og ég fór yfir í, þú veist, að gera Byrtu CBD sem er og við skulum ekki gleyma podcastinu ykkar. Já, við erum með podcast, við værum ekki með podcast ef heimurinn væri ekki bara brennandi. Nei, Gauti og... En ég átti spjallu þetta... Gauti er búin að kaupa hluti í flugfélagi, bara flytja en hass, alltaf frétta. Ég var með félagum minnum að ræða þetta daginn og við vorum að ræða bara, ok, þetta er búið að vera versta peningaár hjá okkur báðum, skilur hinga til en hann er búinn að sökkva sér í svona námskeið sem er á vegum háskólans þar sem hann tekur fyrir bara svona kursa og hann er búinn að sökkva sér í alls konar þannig dót og síðan er hann búinn að huga betur heilsu, hann er farin að hugleiða, hann er farin að fara gefa sér með tíma bara og ég er búinn að upplifa þó svo að þetta sé búið að vera, þú veist, jújú, þetta er búið að taka á og þetta er orðið súrt í veskið og alveg fara að vera dálítið hardcore. Já, maður að vera pínu skrítinn, sko. Já, en þetta er samt búið að vera, ég er búinn að eyða meiri tíma með fjölskyldu, ég er búinn að eyða meiri tímum bara í random áhugamál og alls konar hluti, ég meira heima og veistu hvað, mér finnst fyndnast að fullt að liði, bara eins og Bjössi vinnur okkar sem er að vinna í Origo, allt í einu gætt hann unnið heima og það er ekkert mál en af hverju er verið að senda hann aftur í vinnu? Af hverju er ekki bara meira mobile dæmi? Þetta er það sem er að fara að gerast maður, þú veist, ég held að vera fullt af skrifstofubyggingum verða bara auðar, skilur. Já, að því þú sér, það er bara ódýrara að hafa miklu hagstæðara og betra en eins og fyrir mig, ég get ekki skapa tónlist heima, það virkar ekki þannig ég þarf... Þetta hentar ekki öllum vinnustöðum en ég get ímynda mér ef það vinni í ykkur svona algjöru pappírs skriffinsku dæmi að það... Getur ekki skrifa raps heima þér? Nei, ég verð eiginlega sko annarkvort þarf ég að vera einn heima. Þú þarf bara að vera í lestinni með bók og eitthvað. Já, bara aftast bara... Hettuna og... Já, ég þarf að skipta umhverfi meðanst það þægilegra og meðanst oftast þægilegt að gera í stúdíórými með öðrum að koma alveg, jújú, ég sem alveg stundum eitthvað heima en... Hvernig ég verð bara að spyrja ykkur, er það mikið að skrifa texta? Kemur í tímabilum. Ég er svolítið núna bara líka talandi að ég hef ekki verið að gera tónlist í 1,5 ár bara, ég er náttúrulega misti vinnuna mína í COVID og ég er bara, 9 árin pappi og allt það og ég var ekkert búin að vera, einbetta mér aðeins á einhvern veginn en síðan allt í einu bara svona síðastleina vikur hef ég fundið þetta bara að þetta er svona löngun sem ég ræði ekki við og þá er ég farin að skrifa á fullu. Ertu að skrifa á fullu núna, sérst það? Já, þessa dagana. Er ekki svolítið gaman að vera að skrifa? Er þetta ekki meðferð pínu? Fyndin aðtöp, sko, setjast niður og hlusta á einhverja tónlistur. Já, ég virka eiginlega meira þannig að ég er konstant með notes í símanum eða voice memos og tek upp, part. Semur tónlistina eins og Lil Wayne?
Hvernig sem er Lil Wayne tónlistina? Ég held að hann taki bara upp sem svo á mækin bara, hann heyri beatinn, hann tekur ekki upp og svo bara köttað. Bara allt sem er gott, hann bara frístalar í 8 mínútur og... Nei, en ég oft kannski með, saman, segjum að ég sem 100 línur sem ég er búin að skrifa random í message og síðan teki ég bara, 20 bestu línunar og býti versur í. En síðan stundum eins og bara í gær var ég að semja jólaplötu og þá sit ég bara með Þormóði, hann spilar á gítarinn, ég byrja að raula laglínu og fyrsta sem ég geri er að ég bulla bara eitthvað texta og síðan tökum við lagið áfram í forritið og hann fyrir að prógramera, ég replacea orðunum og ég er búin að ákveða eitthvað svona circabot koncept sem ég ætla að fara inn í og þetta er bara rosa, stundum kemur bítið undan, hvort kemur undan ekki að hænan, það er rosalega mismunandi dögum, sko. Ekki. Já, en nú er ég að tala um bara... Þess vegna, það búið að svara spurningu. Sko, það sem að ég... Það er búið að svara henni. Það sem að ég þarna er að finna ógeðslega mikið líka, svolítið tengt þessu rúm að tala um þetta með að vera skapandi og hvað það er notalegt, að þá ertu eins og börnin, að þegar ég er ég gerði ekki tónlist, ég settist mjög lítið niður og var eitthvað að skrifa og einbetta mér að því alveg í 1,5 ára eða eitthvað, bara leið tímið þar sem að ég hafði fram að því, frá því að ég var svona 14-15 ára, stöðugt verið að vinna tónlist og vera eitthvað plan og plotta og svo bara, svo var bara lífið og ég var ekki að sinna þessu, bara eitthvað meira að hugsa um konu og heimili og væntalegt barn og eitthvað og síðan byrja ég núna eftir smá tíma aftur eitthvað að skrifa og er pínu rusty og er eitthvað svona, já, hvernig er þetta aftur eitthvað, hvað fokkar maður að skrifa um maður, hvað er ég að skrifa um maður, ég hef ekkert að segja, ég er að lifa mest basic ass lífi í heiminum einhvern veginn og þú maður að fara að grafa sjálfan sig einhvern veginn svona, ok, hvað get ég skrifað um eitthvað, bla 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 og það sem að komið mest óvart er bara, þetta er svo fucking gaman ég var ekki búin að vera skapað í svo langa tíma og svo er ég alltaf í eitthvað hlusta beats og ég er bara eitthvað heima mér, ég er bara fíblast, ég er bara að leika mér, ég er bara eitthvað 30 ára gaur og ég er bara að fucking leika mér og það er svo gaman. Það er svo gaman að vera bara finnst þetta ekki pínu nöðsynlegt? Jú, þetta er nöðsynleg útrás fyrir mig. Það sem er svo beautiful við þetta er það sem við höfum komið inn á áður er að það er svo gaman þegar að, eins og í þínu tilfelli þar sem að þú ert actually corporation, þú ert Úlfur Corporation og ert að vinna markvisst að því að gera tónlist auðvitað fyrir sjálfa en líka fyrir aðra og þú ert að hugsa hvað virkar og blá blá þegar maður einhvern veginn er að rífa þetta í burtu og bara gera tónlist fyrir sig og gera tónlist fyrir sig í einhvern smá tíma og bara því að það er gaman bara því að það er gaman, ekki út af vörunni sem þú ert að búið til, bara því að það er svo gaman að setja sig og þess vegna ætla ég að segja með að vera skapandi, ég er ekki að tala um að allir þurfa að fara að vinna sem artistar en það vilja allir kunna við viljum heldur ekki fleiri rappara, allt og margir rappara ég manst eftir mómentinu þegar við föttuðum bara, nú kom samkeppni ég var bara eins sem valda bara MC Gauti, Gísli Pálmi og Úlfur og Erpur og Erpur var hann líka hinnir voru bara ekki að gera þetta viti Erpur var að slæka á samt þá nei, 2010 nefnilega gefur Erpur út Copacabana en ég er að tala um eftir það ég er svolítið að tala um kannski 2012-13 það var svona tímabila sem voru fáir en senan einhvern veginn í miklum uppgangi það voru ekkert sérstaklega margir ég man eftir þetta voru bara þið og Gísli Pálmi og Gísli fyndi maður og þú veist, og Gísli var með þú veist, meira hvað var að segja glæparapp nei, svona grasrótina, skilur þú varst með jammarana, hann var með glæpamennina og við vorum með nördana já, hátaldið þannig vá þið hugsaðu það voru bara þrjár þetta var svona það var svo mikið að fólki með pípuhatta sem dýrkaði Úlfur skilur fólk sem fór á slam fólk sem var búin að lesa yfir sig og orðið geðað skrítið dýrkaði bara búið að gjössalega búið að missa vitið ég líka elskaði það var svo mikið af fólki sem ég þekkti sem dýrkaði Úlfur án þess að þeir voru samt ekki fíla ekkert rapp það er svolítið ég veit ekki hversu oft ég fíla ekki rapp færð þú aðri ég fíla nú ekki rapp en minnst helviti, þeir eru fínir þetta hefur sagt um þig það er svo fyndið að segja herra, bæði vei, ég hatar stefnuna sem þú ert í þú ert allt í lagi nei, ég fekk á tímabili þá, við varum alltaf ykkur vinnir það voru sumir bara eitthvað mér finnst ekki spes og ég er alltaf búin að vera svo mikið fan
og þegar loksis þú gefur út 9 foot case hans að þá kom fólk samt til mín ég veit að ég hef verið að drullið vera nokkuð en shit maður, þetta er alveg geggja lag Já, það er mikið af því það algjört svona gaurar í Metallica-bólum dyrka það Já, að því að Keli var alltaf að spila með mig líka og Helgi gerir það beat by the way, þetta er sko beat sem að þetta var svona afgangsbeat frá Úlf Ég hafði ekki heyrt þetta beat by the way Ég er ennþá reiður yfir það ekki Nei Þetta er ennþá dag í dag af öllu sem ég hef rappaðið er þetta ennþá uppáhaldsbeat Þetta er líka bara einn besti beat sem við komum frá Íslandi Já, 100% Fyrir mér er þetta eitt besta beat sem hefur verið gert En var Helgi ekkert bara eitthvað svona Arnar, tjekka þessu Málið, þetta var á sama tíma Ég maður ekki sko En ég var ekki á neinu tímpúnti argur eða eitthvað yfir þessu Ég bara, þú veist, ég og Gauti voru mikið saman á þessu tíma og það var bara gaman að þetta var að gerast Viltu flett upp hvernig Jesus-platan með Kanye kemur út? Mér minna þessi 2013-14, eitthvað svo leiðis Já, minna líka Það ekki? Jú. Og er þetta í kringum það tímabila? Ég er bara spá, sko, því bítið er 2013 Já, og plata mín kemur út í nóvember 2013 Bara heavy inspired af Já, og að því mann upprunlega var bítið bara, það var mikið á trommum bara, og ég sagði, strípa það niður, hugsa, nefnir að taka þetta bara hvernig væri þetta ef að Kanye hefði bara actually fucking produced þetta, nefnir að taka bara út allt og þá hljóma það svona Já, þetta er rosalegt bít Instagram Facebook, það er sko við vorum að sjá í bakendanum 80% af þeim sem er að hlusta á okkur 81% af þeim sem er að hlusta á okkur eru ekki subscribe-aðir Það er sick subscribe-ið, svo við sjáum töluna svo okkur líði vel Shame svo við getum farið Shame ykkur til að hlusta á okkur Það komið nokkru subscriber síðast þannig að þetta er að virka Já, við tókum því Bara ef þið fílaði þetta, bara halda árum að hlusta og peppa, bara gaman Peppa okkur, við viljum fara eins og heyrðu þið í byrjun þáttum ég á pínu eitthvað lítill í mér endilega peppið mig Já, það er líka Nei, hann er ennþá ekki góður Nei, sko það er það sem ég líka vona svolítið í grunninn að þessi þáttur sé ég vona að því hann er það fyrir mig hann er það fyrir mig, þetta er smá svona terapi Þetta mér finnst vera algjör terapi að ég setjast niður og tala við þig og grínast og ég vona MC sálfræðingur og ég vona skemmtari út handónitur, en við líðum betur Nei, ég vona að fólk hafi gaman að þessu og þegar það er hart í ári og erfitt og þú ert fastur í umferð og það er rigning og þú hatar allt að þá kannski setja hlusta á okkur og þú flissir með sjálfur þér það er bara eina sem ég vil Fuck, við glemdum að tala um kaffabíflur sem ég ætla að taka fyrir síðast Hvað er að þér? Ég gleymi alltaf Já, við þurfum að fara að gera það, við varum að gera næst Tökum við fyrir næsta því